Ok. Nei. Gerðu. 110 taka 3. Action! Rúlum áfram, pengumöndur. Þetta er hugmynd sem ég var búinn að ganga með svolítið í maganum að gera sko svona fallega barnamynd sem að líktist Shining eftir Stanley Kubrick. Svona hluti sem gerast á dularfullu hóteli og þar er draugur og tvíburasystur og svona ýmislegt. Gerum sögur sem gerast á hóteli og já, ok, við verðum að hafa byrjun, mið og endi. Ég er alltaf að hugsa það, sko, ég sé alltaf. Þetta er frábært þegar þú sagði, þú vilt gera Shining, ok, frábært. Shining, barnamynd. Já, ok, frábært. Við hittumst yfirleitt klukkan 8 á mótnana, ég og Bragi. Skrifuðum frá 8 til svona 10, hálf 11 og svo ekkert meira þann daginn. Við skrifuðum alltaf í 2,5 tíma og vorum ekkert að hanga lengi að skrifa yfir allan daginn þannig að maður var einhvern veginn aldrei þreyttur á þessu. Maður kom alltaf einhvern veginn að þessu verkefni svona spenntur og langaði að skrifa og maður var náttúrulega alltaf með hugann við þetta. Við Sveppi erum náttúrulega bara svona bíógúrar. Við elskum svona bíó og það sem við komum er svona úr fílum góða gamanmyndir eins og Adam Sandler og ég er mikill Spielberg-kall og svo við finnum Star Wars og Back to the Future. Þetta er svona, það eru myndir sem við fílum, mikill hraði og fantasía. Gói! Billi og Sveppi! Hvað ert þú að gera hér? Af hverju ertu í þessum fáránlega búning? Ástæðan fyrir við fórum í 3D, það var mjög einfalt. Leikstjórinn Bragi, hann fór á 3D námskeið vorið 2010 og þegar hann kom af þessu námskeið þá sagði hann við mig Sveppi, hefur ekki bara að gera þessa mynd í 3D? Ég vissi ekkert hvað 3D var, ég vissi bara að maður þurfti að vera með gleraugu og ég sá fyrir mig bara eitthvað geðveikislega flókið og ég sagði náttúrulega bara jú, eins og ég segi alltaf að hann spyrir mig einhverju svona tæknilegu. Þetta er að verða svona eitthvað form sem er að vera mjög interesting. Þetta er ekki lengur þetta form þar sem að myndir snúast einhverjum að koma út á móti þér. Þetta snýst miklu frekar fallega kvikmyndatöku og að styðja góða sögu, sko. Það var eiginlega aðaláhugamál okkar, að gera góða sögu og svona spreyta okkur á okkur nýju í leiðinni. Og spurði hann aðeins út í hvernig þetta virkaði og hann sagði bara þetta er bara mjög einfalt, þú þarf bara með 2 kamerur og svo þurfum við að kaupa eitthvað svona speglakassa og side by side rigg þannig að þú getur verið að taka vítt og rús og svona sónaði það dálítið út. Eftir að þrívídd kom upp á yfirborðið aftur fyrir svona 3-4 árum sem digital format, þá fór þetta alltaf að breytast. Þá er í rauninni kamerurnar að minnka og tæknin er að verða öll samhæfðari og menn eru að fara að sinna þess að vera í alvöru. Því að okkur fannst og finnst dálítið töff að gera fyrstu 3D mynd á Íslandi og okkur finnst dálítið töff að vera að gera þetta, að pröfa þetta form kvikmyndarinnar. Gói. Já. Já. Gói. Já. Þetta er Villi! Wow! Sveppi, passaðu þig! Hver kannast ekki við þá reynslu að fara í barnabíó með barnið og vera bara myndir sem eru svona okkar fyrirmyndir af því hvernig á að ná að gera barnamynd en að sinna fullorðnum í leiðinni. Til dæmis eins og Toy Story og Shrek. Það eru svona fullkomin dæmi mynd sem að skemmtir krökkum og fullorðnir svona flissa út í horni með, sko. Það er svona ofsalega listilega vel falinn fullorðins húmor í línunum á milli.
Og það er það sem við reynum að gera í okkar mynd. Komið ykkur þá vel fyrir og hlustiði vandlega. Æsa. Gjör kósí. Sko, býttu. Gói, býttu. Tilbúinn. Karakterinn Villi er bara dálítið svona svipaður mér. Ég alltaf að segja eitthvað svona rugl, sumt að ég er rétt og sumt ekki. Þannig að best er að Sveppi heldur alltaf að sé allt rétt og heldur að ég sé hrikalega klár. Kemur með fróðleiksmóla og segir manni hluti sem að mann er nákvæmlega sama og staðreyndir sem að maður þarf aldrei að nota. Hann er svona, já, er bara alltaf að gera eitthvað, alltaf að brasa eitthvað, þú veist, veit svona skrýtna hluti og kann að búa til eitthvað drast. Hárið er svona greitt upp í loft og hefur verið eins og bæði í þáttunum og fyrri myndinni. Dálítið svipað hárinu á Emmett Brown, þeim frábæra vísindamanni í Aftur til framtíðar 1, 2 og 3. Það tók svona, held ég með alveg segja 40 mínútur til klukkutíma á hverjum degi og það fer einn spraybrúsi í hverja greiðslu og svo er þetta stundum túbera líka og það er sárt. Þá tárast maður og verður svona dálítið rauður. Villi, þetta er draugur. Draugar eru ekki til. Sjáðu, hann er ekki einu sinni með fætur, hann er bara í lausu lofti. Ég veit það, ég vil bara ekki trúa því. Gói er svona mjög ráðagóður, eða hann allavega telur sig vera það. Hann á ekkert alltaf kannski bestu hugmyndir í heimi. Maður leitaði bara svona í barnið í sjálfum þess. Ég er samt ekki að segja að ég hafi endilega verið svona sem krakki. Ekki alveg. En svona næstum því. Gói er gríðarlega mikill orkubolti og bara skemmtilegur gæi og það var nú ástæðan fyrir því að við fengum hann inn í fyrstu myndina. Það var því að ég vissi að hann væri svona stuð gæi og líka dálítið spontant og skemmtilegur og gerir hluti í miðri töku sem að kannski hann var ekkert endilega beðinn og það er fyndið og þá er það notað og... Þegar Villi setti upp sólgleraugun hann upp á hamrinum á hann, tók ekki eftir því? Hann er með Villi Naglbítur setti upp á hamrinum. Svo tekið þið bara af í senu eftir. Þú er náttúrulega einstakur. Hann er einstakur maður. Til mig. I don't know how much. I love you. Aldrei hægt að taka, ég geti komið. Gói kemur svona klukkan 8 á mótnana, er hress og fer heim 12 á kvöldin, hress. Þannig að Gói hlýtur að eiga eitthvað hrikalegt leyndarmál. Það er enginn svona skemmtilegur og svona hress og fínn gaur alltaf. Karakterinn minn í bíómyndir er bara líklega sá sami og er í barnaþáttunum á Stöð 2, algjör Sveppi. Svona uppátækjasamur drengur. Og svona strákur sem er prakkari og það er alltaf mjög skemmtilegt. Villi! Haldið þið! Það er frábæra hugmynd! Prófið! Það var mjög skemmtilegt þegar við vorum að taka upp þessa bíómynd. Það er mikil orka í gangi og það er allir í góðum feeling og stuði. Það er aldrei einhvern leiðindi eða pirringur eða nú verðum við að flýta okkur. Það er aldrei eitthvað svoleiðis. Við erum rosalega gaman hjá okkur. Við erum rosalega gaman að vera saman og vinna saman og bulla saman og ég held að það skilir sig líka alveg í senuna. Það er svo mikið krydda! Ég hef reyndar aldrei þolað Villa sérstaklega.
Er í lagi að nota henglaðinu í þetta? Þrífstu dúr? Mér finnst forréttindi að fá að vinna með svona mönnum sem eru jafn samstiga. Þeir eru í einhverju svona fáránlegu synki með karakterina sína í þessari mynd. Það liggur við að þeir þurfu öll að lesa senuna og að útskýra fyrir þeim á settinu. Hérna gerir þetta og þetta og þetta og það kemur eitthvað ennþá betra. Það er mjög óvanalegt að þetta gangi svona smurt og núna 2 myndir í röð, sko. Bragi Þór Hinriksson, hann er einhver mesti snillingur sem að til er á þessari jarðarkringlu. Bragi leikstýrir, framleiðir, skrifar handrit, er á tökustað, segir öllum hvað er að gera, rólegur og yfirvegaður. Hann veit nákvæmlega hvað hann vill fá og hann á mjög auðvelt með að koma því til skila til okkar leikarana hvað hann vill fá út úr okkur. Segir aldrei nei, segir alltaf já. Fyrst, svo breytir hann í nei ef út í það er farið. Hann vinnur, tekur upp á daginn og klippir á kvöldin og nóttina. Svo er ótrúlegt að fylgjast með honum að hann fer alltaf bara beint heim, klippir og hann er alltaf að vinna. Og ég hef aldrei á ævinni fylgst með annarri eins vinnu sinni, eins og hjá Braga. Það er ekkert ómögulegt, það er allt yfirstýranlegt eins og bara það að taka bíómynd upp í 3D. Ég var með mjög miklar áhyggjur af því fyrst, en hann sagðist bara já, við bara kýlum á það og bara gerum þetta og ég bara fylgdi honum í blindni, sko, og það hefur virkað hingað til. Þannig að samstarf okkar er alveg afskaplega yndislegt í alla staði, sko. Hérna það semst að taka út víra og fleira. Hvernig gerir það? Það er gert hérna með kýja sem heitir Primat. Það er samt hérna að losa við vírana og þá nota ég svona maska. Og þá fáum við þetta clean. Ertu búinn að því núna? Já, nú er það komið. Nú er alveg hún hreinn. Svo færðu himinn. Himinn. Hvar náður ég hann? Það var bara ekstra. Já, bara ekstra á netinu. Saman með flugvélina, hérna er fullt af vírum sem það er að taka út og alls konar rusl. Hreinsum það. Svo bara blandum við svolítið saman hérna í 3 vitt. Já. Það er ég, flugvél og himinn. Þá kemur þetta til með að líta svona út. Saman sett. Og getur spilað þetta? Já, það er smart. Bara þetta litla atriði, hvað var þetta langt? Þetta er svona 8 sekúndur þar sem ég dett út úr flugvélinni. Eitthvað svoleiðis. Innan við það. Hvað ertu lengi að gera þetta? Þetta eru svona 2-3 dagar. 2-3 dagar? Já. Það lítur út svona eins og þú talar, þá er þetta svona, já, þú bara gefur þessu hálftíma. Já. En þetta er tómt vesen. Þetta tekur tíma. Þannig að það er alltaf að svona fínpússa þetta og gera þetta betra. Hvað er þetta mörg skot, heldur þú, sem þú þarft að vera eitthvað með svona vesen? 215 skot í stereo sem að þýðir þá vinstri og hægri rás sem að gera þá 430 skot í heildina. Ef þessi mynd væri bara venjulega í 2D, væri þetta þá minna vesen? Þá er þetta bara 215 skot. Já, það munar helmingi. Það munar helmingi. Já, þannig að í staðinn fyrir að vera í 15 daga, þá er þetta í mánuð. Já. Þetta er svona bakgrunnur sem að við skutum upp á Nesjavöllum. Og þarna ætlum við að planta hóteli. Þessu hóteli sem er stýrimannaskóli. Þarftu þá ekki að saga hann einhvern veginn út? Tökum við hérna út. Kyn. Setjum hérna smá grænt í grasið. Höldum síðan áfram hérna með skólan. Eða stýrimannaskólan. Já, smellar hann svona inn. Svo kemur hérna bíllinn sér líka. Og nú lítur stýrimannaskólinn út bara að búið að taka á honum turninn. Já. Og planta honum út í skóg. Hann er búið að taka staura og alls konar dót sem er fyrir. Já, búið að taka. Búið að mála þetta allt saman hérna út. Þetta er allt saman farið. Það sést velur maður einhvern góðan bút hérna á veggnum og fer síðan yfir ljósastaurinn og samplar það yfir staurinn. Þannig að þú ert raun og veru búinn að taka þennan bút og færa það yfir á staurinn.
Já, þannig að þetta lítur út fyrir að vera bara partur á hótelinu. Já. Og þá lítur þetta svona út. Ég vona að þið heima í stofu séuð einhverju nær, en ég það ekki. Vá maður, ekkert smá girnileg skýin hérna! Man langar bara að éta þau eitthvað. Þetta bara nákvæmlega eins og ef að candyflossið í heiminum hefði bara gufað upp í himininn og það væri bara allt í candyflossi og maður geti bara teitt upp og bara borða himininn bara í burtu eða eitthvað, þú veist. Einmitt. Náttúrulega, þetta er orðið svo breytti tímar núna með hvernig það var áður. Nú maður bara með myndina á skjánum hjá sér og bara getur elt hana alveg nákvæmlega. Sérstaklega kannski þessar action-senur í myndinni. Þá verður maður einhvern veginn að finna út hver er hraðinn, bæði á þeim, tilfinningarlega og klippingunni og fá þetta einhvern veginn til að ganga upp í einhverjum ákveðnum taktum. Lærir maður senuna, hvenær stoppar, hvenær er mikið, hvenær er lítið, hvenær er einhver að bíða og maður verður bara einhvern veginn að læra þetta. Ég legg alltaf grunninn hérna með lifandi hljóðfæri, hvort sem það er einhver svona hrista eða sérstaklega hafa reist mig vel hérna sushi-pinnar hérna nokkrir sem eru frábærir. Ég skal bara gefa ykkur tóndæmi hérna til gamans. Ég hef með svona sleikjópinni, þetta er sleikjó. Þetta voru þeir sem hafði nú vinninginn í þessari mynd, það var plastið. Svona bara horfir maður á skjáinn og svo bara er maður með headphone að spila. Einhvern tíma vantaði eitthvað og þá tók ég þennan jazzbusta sem ég reyndar notaði til að strjúka í hörpuna í píanónu með í einu atriðinu. Og svo endaði með því að ég fann þetta gamla vídeóspóluhulstur sem er svona hrjúft. Og það. Einhvern tíma vantaði bassatrómmu og þá fannst mér nú kannski aðeins svo mikið að nota svona stóra bassatróma. Bassatróma er oft svolítið mikið hljóðfæri, sko. Það vantaði eitthvað svona aðeins heimilislegra. Þannig að það sem ég gerði var að ég gekk og var eitthvað að pæla, var eitthvað búinn að pota í þessa pappakassa þarna. Svo mundi ég eftir því að einum stað í gólfinu, það var þetta góður blettur, sko. Þarna er það. Þessi er fínt, sko. Og það er rosa gaman þegar maður er búinn að leggja grunn að einhverju senu í þessari mynd sem er svona skemmtileg, stráka, prakkara, hasarmynd. Þá er strax kominn einhver svona grunnur af einhverjum svona prakkaragangi. Þetta er bara búið að vera rosa skemmtilegt ferðalag. Jæja, heyrðu, nú erum við komnir hérna upp í Mosó og erum að fara að hitta Óskar Einarsson sem er snillingur. Gospel-kórstjóri í Philadelphíu kirkju og við þurfum að reyna að selja honum hugmyndina að spila fyrir bíómyndina því að það er loka lagið í myndinni sem að Gói syngur. Og ef það er einhver sem geti gert það, þá er það hann. Hann er svona gospel-snillingur. Við skulum kíkja á hann. Þá lítur hann á kórinn syngja. Þá er fram og hann horfir alltaf á kórinn, lítur svo fram og syngur la 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 la. Yeah, 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 yeah.
við vorum alltaf bara á því, við bara pröfum þetta er gaman, þetta er nýtt, þetta er spennandi og við munum gera allt til þess að þetta gangi upp. Við munum vanda okkur og vonandi að allir hafi gaman af þessu og ef þetta klikkar, þá bara súpum við segið af því. En ef þetta klikkar ekki, þetta var